Verkfalli sjómanna var aflýst á 9. tímanum í kvöld eftir rúmlega 2 mánaða kjaradeilu. Og strax klukkan 9 fóru skipverjar á togaranum Ásbirni RF50 að búa sig undir að halda til veiða. Emil Sigurður Magnússon, fyrsti stýrimaður á Ásbirni, var ánægður þegar hann kom borð eftir langa dvöl í landi. Loksins kemst maður í vinnuna. Þetta er bara alveg frábært. Ég er mjög ánægður með niðurstöðuna og bara rosalega feginn að komast á sjó. Þetta er bara búið að vera hundleiðilegt að hanga svona heima og svona hálfgerð í gíslingu bara. Þið eruð að fara út klukkan 10, hvert er það að fara? Það er ekkert gefið upp. Það er bara þessi elska hérna er þekkt fyrir leynimakk og við höldum því áfram. Þú vona á löngum túr? Við höfum verið í landi á miðvikudaginn, þannig að við þurfum aldrei að spýta í lófa til að fylla hana. Góða ferð. Takk fyrir það. Sigurjón Örn Ólafsson er bátsmaður á Ásbirni. 2 mánaða veru í landi, lokið, hvernig er stemningin? Mjög góð, en slæmi samningar. Þú ert ekki ánægður með samningan? Nei, ég er ekki ánægður. Greiddir jafnvel atkvæði gegn þeim? Já. Hvers vegna? Ég er bara ekki sáttur olíugjaldið og nýs mér álaði. Það er svona grunnurinn. Eru svona fleiri í kringu það á þessari skoðun? Já, ég þekki. Þetta er miður. Þetta var dálítið tæp niðurstaða, 52-48? Já, það var líka, mér varst bara illa að þessi staði. Þú þurftir ekki skilríki og ekki neitt til að kjósa og kannski skrifa hvað sem er. Þetta er að sé ykkur maðkur í missunni? Ég veit það ekki, maður þorir ekki að segja neitt. En er gott að komast á sjó aftur? Já, frábært. Góð áöfn og gott skip. Komin í borð. Hásetarnir Sveinn Benediktsson og Bjarni Bjarnason eru báðir óánægðir með nýja samninginn. Ég veist bara að það ekki komið með þeirra. Ég vilja fá olíuna niður og eitthvað í sambandi við sjómannaafsláttinn. Hvað segir þú? Hvernig líst þér á þetta? Þetta var náttúrulega lagt upp með fyrstu að leiðrétta olíuviðmið meira sko. Og átti ekki að bakka frá þeirri kröfu eins og forsvarsmenn okkar voru búin að segja, en þeir gerðu það sko. Þetta í 0,5% og þetta er bara ekki nógu, þetta er bara ekki nógu gott. En hvers vegna haldið það 52% samþykki? Já, ég meina, getur þú verið lengi án þess að fá laun, skilur við? 10 vikur, sem menn eru með sína fjölskyldur og skuldbindingar, hús og bíla og allt, skilur við. Þannig að maður skilur það svo sem alveg, en samt að vera í 10 vikur í verkfalli og fá nánast ekki neitt. Og það Valmundur skuli segja það, þetta séu bestu samningar sem sjómenn hafa fengið, það er bara út í höft. Við erum bara enga við sammála því. En er ekki ákveðin kjarabót í þessum samningum? Jú, ég meina stígvél og vekkingar og... En þú veist, það er engin... Þetta er ekki nóg. Það þurft að fara lengra. Það er bara þannig. Þannig að það er engin sátt að fara að skapast? Alls ekki. Ég tala allavega fyrir mig og mína félagar. Það er ekki sátt um þessu samning, bara alls ekki. Þeir eru búin að vera í landi í 2 mánuði en eru komnir hérna borð. Hvernig er tilfinningin? Já, það er gaman að fara að sjó með strákunum, sko. Það er alltaf gaman, sko. Með félagar. Það er bara gaman. Ásbjörn hélt svo á miðin rétt eftir klukkan 11 í kvöld. Þá sem þú ert mættur á bryggjuna, hvernig líst þér á að verkfallið er leyst? Það var náttúrulega nauðsynlegt að leysa það og þetta fagnaði því að okkur var tekist að leysa það og þetta fagnaði því að það var ekki gripið til lagasetningar, það var eitthvað sem maður gat alls ekki hugsað sér. Þetta var ansi
naum þessi kosning og þannig að það er greinilegt að sjómenn eru ekki alveg einhuga þetta. Nei, það liggur á ljóst fyrir og það er svo sem okkar þá að læra af þessu og að sjálfsögðu okkar sem að beggja megin borðið, það er að segja beggja aðeina en eins og sé, ég fagnaði því og fagnaði því að sjálfsögðu að vinnsla fari að hefjast hér á næstu dögum og vinnsla hefur legið niður á mestu leyti hérna síðan í 16. desember. Þarna samþykktu útgerðin að taka á sig fæðiskostnað og ýmislegt annað, galla og fleira. Þannig að þetta er eitthvað sem þið ákveðið að gera? Já, ég held að þetta er veruleg kjarabót, þar að segja þetta fyrirkomulag sem að hefur verið við lýði hvað þessi atriði varðar. Þau voru ekki ásættanleg og ég held að þetta sé bara okkur til góðs, báðum aðilum og sé rétt að gera hana og svo lokum við þessu þá með þessari eingreiðslu. Þannig að núna er eins og við segjum maður að sjálfsögðu verður að brosa aðeins út í annað og svona kannski eitthvað að vera gagnrýna menn fyrir að vera að flýta sér en ég var nú að segja svona gagnvart skipstjórunum og áhafnarmeðlum að þeir svo sem flestir hverjir þekkja mig og vita það að þeir fara ekki út á mánudegi þannig að annarkvort er að koma sér núna fyrir miðnætti eða ekki fyrir á þriðjudaginn og ég held að ég ljáði mig ekki það að menn eru orðin svona óþolinmóðir og ég held að þeir stefna allir að því að fara fyrir miðnætti þar sem skip samherja og þannig maður svona eins og segja sjálfsögðu núna lítið svo að þessari deilu sé lokið og nú fara öll hjól að snúast. Takk fyrir þetta.